Komið þið sæl. Með þessari hljóðglæru ætla ég að spjalla lítillega um CE-merkingar á byggingarvörum og ávinninginn af CE-merkingu með eigendur, byggingarstjóra, iðnmeistara og framleiðendur í huga. En hvað er málið? Þegar við ræðum við framleiðendur og innflytjendur, þá viðurkennir enginn þeirra annað en hann framleiði og selji góða vöru. Og það er nokkuð víst að þeir fullyrða að svo sé við sína viðskiptavini. En af hverju á viðskiptavinurinn að trúa því þegar allir framleiðendur fullyrða það sama en samt er mikið lélega vöru á markaðnum eða vöru sem ekki er hæfir hlutverki sínu? Og þá er spurningin, hvað er góð vara? Nú sitt sýnist hverjum, því forsendur eru mismunandi, allt út frá hvaða forsendum við leggjum mat á vöruna sem fer eftir því til hvers, hvar og við hvað aðstæður við ætlum að nota vöruna. Til þess að ekki sé verið að bera saman appelsínur og epli hefur Evrópusambandið látið útbúa framleiðslustaðla sem hafa tiltekna skilgreiningu til þess að miða við. Þannig er hægt að skilgreina, meta og mæla tilteknar aðferðir við framleiðslu, prófanir og eiginleika vörunar til áætlaðra nota. Það er að segja, það er hægt að sýna fram á að vara sig í samræmi við tiltekna skilgreiningu. Og ef við skoðum 5. hluta byggingarreglugerðar stendur skýrt að byggingarvörur á markaði skulu vera CE-merktar, samanber þó aðra málsgrein sem við skoðum á eftir. Og það er Mannvirkjastofnun sem skal birta á heimasíðu sinni yfirlit yfir þá staðla sem gera kröfur til þessara vara. En hvað er byggingarvara á markaði? Til er sérstök reglugerð sem heitir Reglugerð viðskipti með byggingarvörur, sem er ættuð frá Evrópusambandinu og lögleidd á Íslandi 1994. Þessi reglugerð er nú í endurskoðun og má ætla að ný útgáfa verði samþykkt á Alþingi í ársbyrjun 2013. Einföld skilgreining á byggingarvöru á markaði er vara sem getur skipt um hendur án þess að vera ætlað sérstakt tiltekið hlutverk í byggingu. Það er að segja að ekki sérsmíðuð vara. Þar má nefna einangrun, glugga, hurðir, fyllingarefni, klæningarefni, íblöndunarefni og ýmislegt fleira. Til þess að hægt sé að gera kröfum á slíkar vörur séu CE-merktar þarf að vera til samhæfður evrópskur staðall fyrir hinnar tilteknu vöru. Ef slíkir staðlar eða tæknisamþykki finnast ekki fyrir tiltekna vöru þá ber viðkomandi framleiðandi eða innflytjandi að fá umsögn frá til þess bærum aðilum að varan uppfylli kröfur og standi sér íslenskar aðstæður, lög og reglugerðir. Þessi bæru aðilar eru í dag Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Mannvirkjastofnun og aðrir aðilar sem umhverfisráðuneyti viðurkennir. Þessi sömu aðilar hafa einnig það hlutverk að staðfesta eiginleikar vöru og viðeigandi prófanir séu í samræmi við tiltekna staðla sem í framhaldinu gerir framleiðanda eða innflytjanda mögulegt að lýsa yfir að framleiðsla sé í samræmi við tiltekna staðla og þar með leyfi til að CE-merkja vöruna. Það sé á ábyrgð eiganda mannvirkis sem er mjög mikill, en samkvæmt lögum mannvirki og ákvæði byggingarreglugerðar ber hann ábyrgð á að við bygging og rekstur sé einungis notuð byggingarvara sem uppfyllir 39. grein laga mannvirki, byggingarreglugerðar og reglugerðar viðskipti með byggingarvörur. Ef eigandi er ekki með tilskilin réttindi og hæfni til annars hlutverk byggingarstjóra er mikilvægt að hann vandi val sitt og ráði byggingarstjóra með handgóða þekkingu á málaflokknum. Nú til grundvallar af kröfum CE-merkingar og val á byggingarvörum eru svonefndar grunnkröfur. Þær varða öryggi og heilsu okkar samborgaranna varðandi áhættu sem felst í notkun vörunar. Þær eru lögbundnar þannig ekki má markaðssetja byggingarvörur sem ekki standast grunnkröfur. Nú en í svokallari byggingarvörutilskipun, kafla 1 segir grunnkröfur sem gerðar eru til mannvirkja geta haft áhrif á hvort tæknilegir eiginleikar vöru náist fram. Ein, fleiri eða allar þessar kröfur geta átt við og þeim skal fullnægt í tiltekin hagkvæman líftíma mannvirkisins. Grunnkröfur í tilskipuninni skilgreina lágmarkskröfur til bygginga eða mannvirkis og flokka samkvæmt eftirfarandi köflum. Nú 1. Það er brunaþol og stöðugleiki, 2. Varnir gegn eldsvoða, 3.
hollustu, heilsu og umhverfi, 4 öryggi við notkun, 5 hávaðavarnir, 6 orkusparnað og hitaeinangrun og í drögum að nýrri reglugerð um viðskipti með byggingavörur búið að bæta við 7. kröfunni sem fjallar sjálfbærni. Og að auki þá eru gerðar kröfur tiltekna endingu framleiðslunnar. Ef við tökum dæmi glugga og útihurðir, þá falla allir gluggar og útihurðir að minnsta kosti undir ein af grunnkrónum, það er að segja orkusparnað og hitaeinangrun, þar sem íslensk byggingareglugerð gerir kröfu auðgildi. En í raun geta gluggar og hurðir fallið undir fleiri þætti grunnkrafnanna. Ef við skoðum glugga út frá þessum 6 grunnkröfum, þá í grunnkröfu 1 sem fjallar burðarþol og stöðugleika. Ef að það sem við á, þá þarf að prófa það glugga samkvæmt vindálagi og snjóálagi og þá ekki síst við það glugga. Nú grunnkröfu 2, það eru varnir gegn eldsvoða en þar gildir sérstakur staðall sem annar heldur en almenni gluggastaðallinn, þar sem þá fjallað eld- og reykvarnarhurðir. Grunnkrafa 3, hollustu, heilsu og umhverfi, þar þarf þá að prófa vatnsþéttleika og losun hættulegra efna. Og það er gerð krafa vatnsþéttleika í íslenskri byggingareglugerð. Grunnkrafa 4, öryggi við notkun, þar þarf þá að prófa slag- og þrýstiþol, til dæmis glerhurðir, að glerið brotni ekki þó að hurðin skellist á hælan á okkur, opnunargeta og ýmislegt fleira. Og grunnkröfu 5, það eru hávaðavarnir, þar þarf þá að prófa hljóð þegar við á og síðan grunnkrafa 6, orkusparnaður og hitaeinangrun og það er prófun auðgildi sem gerð krafa í íslenskri byggingareglugerð ásamt loftþéttleika. Nú það eru mismunandi áherslur eftir alvarleika, það er að segja áherslaatriði fyrir tiltekna vöru eða vöruflokk eru ákveðin út frá þýðingu vörunar miðað við grunnkröfur og þá sérstaklega varðandi heilbrigðu öryggi, notkunarsvið vörunar, hvernig breytingar á eiginleikum vörunar koma fram við notkun og hversu mikla líkur á mistök verði við framleiðslu vörunar. Þannig að það eru gerðar mismunandi kröfur til framleiðenda en í öllum tilfellum skal velja hagkvæmustu aðferðina fyrir framleiðendan að því tilskildu að fyllsta öryggi sé gætt í hvívetna. Það er að segja gerðar eru mismunandi mikla kröfur eftirlit og prófanir allt eftir því hversu alvarlegar afleiðingar gölluð vara eða röng notkun hennar getur valdið. Og það er lögð sérstök áhersla á eftirtalin atriði. Út frá þessum atriðum eru allar byggingavörur flokkaðar niður í kerfi eftir því hversu alvarlegar afleiðingar röng notkun eða gallar í framleiðslu geta haft. Þannig að eftir því sem að alvarleikin meiri, að eftir því erum við hærra hér í kerfuna, það er að segja kerfi 1 fyrir vörur sem að vegna við ranga notkun getur haft alvarlegar afleiðingar, meðan að kerfi 4 fyrir vörur sem röng notkun eða mistök við framleiðslu hafa litlar afleiðingar. Brunavarnarhurðir og annað slíkt, þær falla hér í kerfi 1 eða kerfi 1+, meðan að almennir gluggar, einangrun og slíkt falla í kerfi 3 og hurðir og innihurðir og slíkt falla í kerfi 4. Það er síðan gerðar annars vegar kröfur til framleiðandans og hins vegar til vottunaraðilans og við sjáum í öllum tilfellum gerð krafa á framleiðandanum að hann hafi framleiðslustýringu. Ef við höldum okkur við gluggana að þá sjáum við að það er ekki gerðar meiri kröfur á hann heldur en að hann hafi sína framleiðslustýringu í lagi og það er síðan utanaðkomandi aðili sem gerir, vottunaraðili sem gerir þá fyrstu gerðaprófun, það er að segja gerir prófun á vörunni að hún uppfyllir tilteknar eða sýnir fram á hvað eiginleikum hún er gerð. Aftur á móti þegar alvarleikinn er meiri að þá er gerðar meiri kröfur eins og við sjáum hér utanaðkomandi eftirlit. Nú þá skulum við skoða sjálft CE-merkið. Hvað er CE-merki og til hvers er það? Fyrir hvað stendur CE-merkið? CE-merkið það er staðlatákn sem framleiðanda ber að merkja vöruna sína með eða láta koma fram á fylgiskjölum og tæknilýsing til merkis sem að þær fullnægi kröfum CE-merkingar.
CE-merkið er ekki skammstöfun, það er merkið að tákn sem segir notandum að varan uppfyllir tilteknar kröfur. CE-merkið ekki ávísun á gæði. Ef frá eru taldar grunnkröfur öryggi og heilbrigði ekkert gæðalámark þegar CE-merkta vöru framleiðslu að ræða. Þetta má bera saman við dæmi úr bílaiðnaði þar sem eru gerðar lágmarkskröfur varðandi öryggi að bíll geti hemlað, hægt sé að stýra honum, hann hafi ljós, öryggisbelti og svo framvegis. Ef slíkum kröfum fullnægt skiptir enginn sér af því hvort framleiddur ódýr bíll eða lúxusbíll sem kostar margar milljónir króna. Og nú förum við að nálgast aðalatriðið. CE-merkið staðfesting á að tæknilegar upplýsingar frá framleiðanda eru réttar. Þannig að þú sem eigandi mannvirkis, hönnuður, eftirlitsaðili, byggingarstjóri eða iðnmeistari getur metið hvort varan uppfylli kröfur skilyrta eiginleika. Og ef við höldum áfram, CE-merkið ekki vottun, heldur fær framleiðandi vöru heimild að uppfylltum skilyrðum að nota CE-merkið á vöruna til staðfestinga að hún uppfylli skilyrði sem skilgreindir í lögum, reglugerðum og stöðlum. Hér sjáum við dæmi umsögn sem Nýsköpunarmiðstöð hefur gefið glerframleiðanda sem staðfestir það að hans framleiðslukerfi og hans aðferðafræði að hún samkvæmt tilteknum reglum. Næst skulum við líta á hvernig samræmisyfirlýsing lítur út. Hún einnig frá sama glerframleiðanda og þarna lýsir hann því yfir að hans framleiðsla hún sé framleidd samkvæmt tilteknum stöðlum sem þarna vísað í, sem 1279 og 5. útgáfa 2005. Og að lokum skulum við skoða hér tækniblaðið fyrir viðkomandi framleiðslu og þá sjáum við það, ef ég fer með bending hér upp, að hér eru tiltekin atriði sem að framleiðandi gefinn möguleiki á að gefa yfirlýsingu eiginleika. En hann ræður því í sumum tilfellum hvort hann gefur einhverja yfirlýsingu eins og hér, hann gefur ekki yfirlýsingu að þetta sé eldtraust gler og hann gefur heldur ekki yfirlýsingu hvað það þolir hvort það þolir byssukúlur eða sprengingu eða innbrot, en aftur á móti hér að þá gefur hann yfirlýsingu hver hljóðeiningargildin eru, hver varma- og orkutapsgildin eru, ljós- og innstreymi og sólarorku. Og það jú þessi gildi sem skipta okkur máli sem almenna húsbyggjendur, eigendur, byggingarstjóra og aðra slíka hagsmunaaðila. Og þetta akkúrat skjalið sem þið sem eigendur eða byggingarstjórar eigið að kalla eftir, vista í ykkar eigin gögnum eða ykkar verkbókhaldi og þið eigið að bera saman þá eiginleika sem þarna lýst saman við þær kröfur sem gerðar eru í hönnunargögnum og geti þá sýnt fram á að þið hafi verið að velja vöru sem uppfyllir kröfur. En vonandi hefur þessi hljóðklæra komið einhverju gagni og þú sért upplýstari kröfur og gagnsemi CE-merking og byggingarvörum. En það má finna ítarlegri upplýsingar CE-merkingar og byggingarvörum á vef Samtaka iðnaðarins undir slóðinni //.gsi.is. Takk fyrir.